myndum við hins
velkomin til okkar í Samtökunum 78 á þetta beina streymi á viðburðinum hvar bregðumst við, líðan hinsegin barna og ungmenna í skólum. Ég heiti Daniel og ég ætla nú í rauninni mitt eina hlutverk hérna að kynna næsta fólk inn, en ég mun líka taka við spurningum á Instagram reikningi samtakana á skrifstofu@samtökin78.is og einnig á Facebook getið þið sendt okkur spurningar sem við svörum hérna undir lokin. En nokkrir punktar, skýrsla könnun á líðan hinsegin ungmenna í skólum núna aðgengileg inni á vef samtakana 78, samtökin78.is /skólakönnun og þú getur séð hana þar núna og hlaðin jafnvel niður. En þessi viðburður verður aðgengilegur eftir að þessum viðburði lokið einmitt á sömu vefslóð samtökin78.is /skólakönnun. Einnig enska útgáfa af skýrslunni eða rannsókninni einnig aðgengileg á þessari slóð. En ég held að ég ætli bara að kynna minn góða samstarfsfélaga og fræðslustýri Samtökunum 78 til þess að kynna helstu niðurstöður könnunarinnar og ég hvet ykkur aftur til þess að senda okkur spurningu sérstaklega á skrifstofu@samtökin78.is. En Tótla, Sæmundsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég ætla að fá að vera með ykkur í dag og byrja því að kynna svona helstu niðurstöður í könnunni. Þessi könnun sem sagt samstarfsverkefni í Samtakanum 78, Teacher College, Columbia University og GLSEN sem Gay, Lesbian and Straight Education Network. Og könnunin heitir upprunalega National School Climate Survey. Samtökin 78 sáum að þýða rannsóknina, staðfærana og dreifinni hérlendis. En rannsakendur hjá Columbia sáu að vinna úr gögnunum fyrir okkur. Þátttakendur í könnunni þurftu að vera á aldrinum 13-20 ára, sækja grunnskóla eða framhaldsskóla á Íslandi á skólaárunum 2016-17 og skilgreina sig sem hinsegin. Gagnasöfnunin fór fram í júlí og ágúst 2017 og þá miðað við skólaárið undan 2016-17 og var lokið í byrjun skólaársins 2017 til 2018. Könnunin okkar sem sagt orðin núna 3 ára gömul, en við teljum hún beri sterkar vísbendingar líðan hinsegin ungmenna í dag. Könnunin var netkönnun og var hægt að nálgast hann í gegnum vefsíðuna Qualtrics. Hún var byggð sem sagt á könnun sem var upprunalega gerð af GLSEN 2015, National School Climate Survey, og var svo þýdd og staðfærð af menntavísindasviði HÍ, GLSEN og Samtökunum 78. Lokaúrtakið samanstóð af 181 nemanda á aldrinum 13 til 20 ára. Þetta sem sagt fyrsta rannsóknin sem hefur verið gerð sem beinist eingöngu af hinsegin ungmennum á Íslandi. Og þó að úrtakið sé ekki stórt, þá gefur þetta sterkar vísbendingar líðan hinsegin ungmenna á Íslandi í dag. Já, þá byrjum við bara að fara yfir þetta. Þetta sem sagt aldur þáttakenda, aldurinn 13 til 20 ára og meðalaldurinn var 16 til 17 ár. Nei, 16,7 ár, segi ég. Svo þetta sem sagt niðurröðun eftir kynhneigð þáttakenda. Flestir sem tóku þátt voru tvíkynhneigðir. Og eftir kyni vorum með stórt hlutfall stúlkna í þessari könnun, 120 af 181. Og já, við byrjum að fara yfir fyrstu spurninguna. Það eru ýmsar ástæður fyrir því að skólinn getur verið staður þar sem hinsegin ungmenni eru óörugg. Nemendur í könnunni voru spurð hvort þeir hefðu einhvern tímann fundið til óöryggis í skólanum síðasta árs vegna þess að svo var bara talið niður alls konar flokkar. Það sem kom best út eða það sem var tekið oftast fram var óöryggi vegna kynhneigðar sinnar, þyngdar og kyntjáningar. Kynhneigð var nefnt í þriðjungi tilfella og kyntjáning sem sagt í fjórðungi, að nemendur finni til óöryggis vegna kyntjáningar sinnar. Þegar nemendur finna til óöryggis eða óþægindi í skólanum, þá geta þau brugðið til þess að forðast ákveðin svæði
eða aðstæður sem þeim finnst þau vera óvelkomin á, og þegar við fórum að skoða það hvaða svæði það væru helst, þá kom í ljós að búningsklefar, leikfimitímar og íþróttahús voru það sem kom svona verst út. 40,9% þátttakenda talaði sérstaklega búningsklefa og það væri svona erfiðasti staðurinn. Það sem kannski gæti komið einhverjum á óvart eru mötuneyti og klósett. Það var að tala kannski að salerni og klósett var svona kynjusvæði sem þáttakendum gæti fundist óþægilegt að fara inn á, og heyrt sögur af því. Og þegar nemendum líður illa í skólanum, þá getur það haft neikvæðar afleiðingar fyrir námsárangur og leitt til fjarveru úr skóla. Og þegar nemendur voru spurðir hvort þeir hefðu verið fjarverandi vegna óöryggis í skólanum á seinasta mánuði, eða mánaðarlega, kom í ljós að tæplega fjórðungur nemenda hafi verið fjarverandi einn eða fleiri daga í mánuði vegna óöryggis í skólanum. Niðrandi og fordómafull orðanotkun. Hversu oft hefur þú heyrt einhvern nota orðið gay, nota til að lýsa einhverjum á niðrandi hátt? Þar fengum við mjög stórt hlutfall nemenda, 52% nemenda töluðu að vera oft eða mjög oft heyrt þessa orðanotkun. Hversu oft hefur þú heyrt niðrandi ummælum hinsegin fólk í skólanum, svo sem faggi, hommi, hommalegur, lessa eða lessulegur, sagt á neikvæðan hátt. Og þar voru þáttakendur töluðum oft eða mjög oft verið 34%. Neikvæðar athugasemdir varðandi kyntjáningu nemenda. Samfélag okkar hefur mótað ákveðin viðmið hvernig viðeigandi sé að tjá kyn sitt út af við. Og þeir sem tjá kyn sitt á óhefðbundinn hátt geta upplifað gagnrýni eða áreitni og stundum ofbeldi vegna þess. Og við ákveðum að spyrja nemenda 2 spurninga kyntjáningu. Það er að segja athugasemdir að vera ekki nógu karlmannlegur eða athugasemdir að vera ekki nógu kvenleg. Þar kom í ljós kom aðeins verr út athugasemdir það að vera ekki nógu karlmannlegur. Þar töluðu þáttakendur 32% oft eða mjög oft, 22% stundum. Það var aðeins skárra athugasemdir að vera ekki nógu kvenleg en samt sláandi 19 og 22%. Það er að segja 19 oft eða mjög oft og 22% stundum. Svo verður að skoða almenna niðrandi fordómafulla orðanótkun. Þá verður að skoða orðanótkun gagnvart intersex fólki og transfólki meðal annars. Og þar var töluðu 17,3% nemenda hafa heyrt oft eða mjög oft fordómafull ummæli transfólk. Það er að segja tranni, transa, kynskiptingur, eitthvað í þeim dúr. Það var það sem ögrar einhvern veginn kyntjáningu fólks. Nemendur í könnuninni voru svo spurðir tíðni fordómafullra ummæla frá starfsfólki skólans. Þar segist 28% nemenda hafa heyrt fordómafull ummæli frá starfsfólki skólans. Það er talað 22% sjaldan, 5% stundum og 1% oft. 72% aldrei. En 28% nemenda að heyra fordómafull ummæli frá starfsfólki er stór tala. Nemendum í könnuninni voru spurðið síðasta ári hvort þau hefðu verið áreitt með orðum, til dæmis uppnefnd eða þeim ógnað vegna persónulegra einkenna þeirra. Þá töluðu 32,2% nemenda að þeir hefðu verið munnlega áreitni eða hefðu lent í munnlega áreitni vegna kynhneigðar, 21,7% vegna kyns, 25,9% vegna kyntjáningar, 5,2% vegna kynþáttar eða upprunar og 11,6% vegna fötlunar.
tölunum skipt eins og þið sjáið í sjaldan, stundum, oft og mjög oft, en það er samantekt á því hversu oft þeir verða fyrir munnlegri áreitni. En þið sjáið litakóðunina hvernig hún lítur út. Þegar litið svo til líkamlegra áreitni, þá er til dæmis verið að tala hrindingar eða eitthvað slíkt. Þá erum við aftur með þessa sömu skimun, sjaldan, stundum, oft og mjög oft. 12,6% nemenda töldu að þeir hefðu verið líkamlega áreitni vegna kynhneigðar sinnar, 6,2% vegna kyns, 5,3% vegna kyntjáningar, 0,6% vegna kynþáttar eða upprunar og 5,8% vegna fötlunar. Svo förum við yfir í líkamsárásir. Þá erum við að tala högg eða spörk. Hinsegin nemendur eru ólíklegri til að greina frá því að hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi. En engu að síður þá voru 4,6% sem sögðu í könnuninni hafa orðið fyrir líkamsárás vegna kynhneigðar sinnar, 2,9% vegna kyns, 13,6% vegna kyntjáningar. Það koma ekki tölur kynþátt eða uppruna og 2,9% vegna fötlunar. Já, eins og þið getið ímyndað ykkur þá hefur áreitni mikil áhrif á hinsegin ungmennin okkar. En það var tekið saman hversu mikil áhrif það hefði á líðan ungmennina að heyra niðrandi ummæli hinsegin fólk. 53% hinsegin nemenda segja að niðrandi ummæli hinsegin fólk hafi mikil eða mjög mikil áhrif á líðan þeirra. Sem er gríðarlega há tala en kemur alls ekki á óvart. Já, nú förum við yfir í afskipti starfsfólks og samnemanda þegar að niðrandi orðfræði sem beinast að hinsegin fólki er notað í þeirra viðvist. Það er að segja ef kennarar eða starfsfólk heyra verið að nota annarkvæmt homófóbíska orðræðu eða bara niðrandi orðræðu sem beinist sérstaklega þá að þessum hinsegin ungmennum. 45,8% töldu kennarar og starfsfólk aldrei grípa inn í, 36,4% sögðu stundum, en það var lítil prósent, 17,8% sem sagði að starfsfólk eða kennarar grípu alltaf eða oftast inn í. Það er aðeins hærra inngrip hjá samnemendum sem verða vitni að niðrandi orðræðu. Það var 41,2% sem aldrei gripu inn í, 36,7% stundum og svo 22% sem er alltaf eða oftast gripið inn í. Þetta er náttúrulega eitthvað sem við viljum sjá breytast. Við skoðum það betur í samanburðartölum á eftir. Svo förum við yfir í annars konar áreitni og ofbeldi. Rannsóknir á einelti og áreitni í skólum beinast oft að líkamlegu áreiti og augljósu ofbeldi. En það er líka mikilvægt að skoða tölur þegar kemur að annars konar áreitni. Meiðandi slúður og lygar er fyrsti flokkurinn okkar og þetta er aftur eins og áðan það sem er talað sjaldan, stundum, oft og mjög oft og það er tekið saman í eina súlu þá tölur þá sem hafa orðið fyrir því. 45% töluðu meiðandi slúður eða lygar, 72%, mikill meirihluti nemenda talar að vera skilið út undan. 35% talar kynferðislega áreitni, þá erum við að tala óvelkomna snertingu eða einhver kynferðisleg bara áreiti í orðum. 15% talar þjófnað eða eignaspjöll á eigum sínum í skólanum og svo verið að tala neteinelti, þá erum við að tala þessa típisku miðla Facebook, Instagram, TikTok. Það er að skoða það. En svo það, hversu oft tilkynna hinsegin nemendur ofbeldi og áreitni? Það er 43,6% tilkynna aldrei til starfsfólks skólans. Eins er 4,8%
45,9% til fjölskyldu sem bara tala aldrei það. Tæplega helmingur sem láta aldrei vita af þessu ofbeldi. 25,8% stundum til starfsfólk, 9,7% oft og alltaf 21%. Það aðeins öðruvísi skipt til fjölskyldu eða hversu oft tilkynna til fjölskyldu sinnar. En það 23% stundum, 23% oft og 8,2% alltaf. Já, maður sjá. Til þess að, vorum að meta hversu marga nemendurnir telja að styðji hinsegin nemendur í skólanum af starfsfólkinu. Og þá þessu skipt í rauninni eftir fjölda kennara eða starfsfólk sem styðja hinsegin nemendur. Þetta náttúrulega tölur sem þessi krakkarnir telja að styðji. Þar kemur tæplega 3% engin, 0,6% 1, 14,29% 2-5, 6-10 12,5 og fleiri en 10 kennarar eða starfsfólk tæp 70% sem svona mikill meiri hluti sem telja að séu fleiri en 10 í liðinu hjá starfsfólki skólans. Stuðningunum frá kennurum og starfsfólki getur verið mjög mikilvæg fyrir hinsegin nemendur og hafa kost til þess að tala við einhvern í skólanum þegar kemur því að vera fyrir útskúfun eða einelti eða ofbeldi mjög mikilvægt. Við skoðum aðeins hvern þeim finnst þægilegast að tala við og skoðum út frá í rauninni starfsfólki skólans og þar kom í ljós að mikill meirihluti fannst þægilegast eða sem kom best út af því var skólasálfræðingur, tala um skólasálfræðing og skólahjúkrunarfræðing. Svo kemur fast á eftir kennarar, stuðningsfulltrúar og seinast íþróttakennarar sem hermir kannski við svæðin sem þeir töldu sig vera örugg á innan skólans. Þar kom fram að helstu svæðin sem þau forðuðust voru búningsklefar og leikfimitímar. Svo fórum við að skoða námsefni eða kennslu sem sýndi hinsegin fólk, menningu eða viðburði í jákvæðu ljósi. Þá töldu 53% nemenda hafa séð eitthvað slíkt efni en 47% taldi að þau hefði aldrei fengið námsefni eða kennslu sem sýndi hinsegin fólk í jákvæðu ljósi. Í flestum skólum tekin fræðsla sem tekst á við einelti, áreitni eða ofbeldi, einhver verkefni sem tengjast því eða einhver svona eineltis áætlun. Og við spurðum nemendur hvort það væri fræðsla sem tæki á þessum málum með sérstaka áherslu á hinsegin fræðslu. 22,7% taldi að það væri fræðsla með hinsegin fræðslu. 50,6% tala að það væri fræðsla og það væri ekki sérstaklega tekið fyrir hinsegin málefni. Og 26,7% töluðu að vera engin fræðsla í einelti, áreitni eða ofbeldi. Svo þetta svona samanburðartölur í rauninni. Hversu krakkarnir telja sér mikið af starfsfólki sem styðji hinsegin fólk og hvernig tilfinning nemanda var þá fyrir skólanum. Rauði kvarðinn 0-10 hjá starfsfólkinu, hversu margir séu styðjandi við hinsegin málefni og græna þegar fleiri en 10. Þá voru hinsegin nemendur líklegri til að telja að samnemendur sínir styðji við hinsegin fólk. Þar segja í þeim skólum þar sem þeir töldu að vera 0-10 í starfsleiðinni sem væri styðjandi við hinsegin fólk, þar telja 29,4% að samnemendur þeirra styðji við hinsegin fólk. En það sem voru fleiri en 10 kennarar eða fólk í starfsleiðinu töldu 80,2% líklegt að samnemendur styðji við hinsegin fólk. Eins þegar við skoðum tölur það að tilheyra skólasamfélaginu sem miðjusúlan, þar töldu 28,6% að það sem væru 0-10 starfsmenn skólans að tilheyrðu skólasamfélaginu en 64,6% það sem voru fleiri en 10 starfsmenn. Eins með við skoðum fjarveru úr skólum, þar lækkar hún töluvert þegar þau telja að fleiri starfsmenn eða
starfsmenn skólans séu styðjandi við hinsegin fólk eða hinsegin ungmenni. Höfum nú skoðað áðan afskipti kennara af fordómafullir orðræðu. Það sem voru engin afskipti kennara, það er þessi rauða súla, og græna súlan er þá það sem kennarar grípa inn í þegar þau eru verða vitni af homofóbískum ummælum. Sem sagt, þar kemur þetta aftur fram. Nemendur þar sem kennarar grípa inn í eru líklegri til að halda að samnemendur þeirra séu styðjandi við hinsegin fólk. Sem sagt 64,1% á móti 50%. Eins er líklegri að telja sig tilheyra skólasamfélaginu, þar sem kennarar grípa reglulega inn í homofóbíska orðræðu. Og eins sjáum við það aftur að fjarvera úr skólum minnkar og er sem sagt ólíklegri í þeim skólum þar sem að kennarar grípa inn í. Þegar við erum að skoða námsefni sem endurspeglar fjölbreytileikann, þá erum við að tala um bara námsefni í bara flestum greinum sem innvinklar einhvern veginn hinseginleikann. Aftur þá er rauða súlan það sem er ekkert námsefni og græna súlan það sem er námsefni sem endurspeglar hinseginleikann. Nemendur voru líklegri til að halda að samnemendur hefur verið jákvæðari og styðjandi við hinsegin fólk, það sem var námsefni sem endurspeglar fjölbreytileikann, 76,6% á móti 52,9%. Þau voru líklegri til að finnast þau tilheyra skólasamfélaginu og enn og aftur minni fjarvera á skóla. Það munar næstu í helmingi þarna, 30,1% á móti 16,8%. Svo þurfum við að skoða stefnu skóla í ofbeldis- og eineltismálum og reynsla hinsegin nemenda. Þannig erum við að skoða aftur það sem við vorum að skoða áðan, það sem var engin stefna, almenn stefna sem er þá ekki sértæk til hinsegin fræðslu og sértæk stefna sem er tekið fyrir hinsegin fræðsla. Þar töldu nemendur líkur á inngripi starfsmanna vera töluvert hærri ef það er sem sagt einhver sértæk stefna í ofbeldis- og eineltismálum sem lítur að hinsegin málefnum. Hinsegin nemendur, þar er þetta svona aðeins breytilegt. Þar er hæst í rauninni það sem er almenn stefna, það sem er einhver stefna, eða það sem þau vita, þar að segja að það sé einhver stefna, eru meðvituð að það sé ofbeldis- og eineltisstefna í skólanum. Og svo var tekið fyrir árangur inngrips þegar kennarar grípa inn í þegar það er einhver homofóbísk umræða eða og þar töldu þau mun líklegri til árangurs inngrip kennara ef það væri sértæk stefna við skólan. Hérna getum við séð aðeins hlutfall af hérna erum við að horfa á fjarveru tengda kynhneigð og kyntjáningu. Þeir sem verða fyrir lítillega engin áreitni versus þeir sem verða fyrir mikilli áreitni, það er mun hærri fjarvera hjá þeim sem lenda í mikilli áreitni í skólanum. Það segja fer úr 14,29% yfir í 42,86% og eins þegar við skoðum kyntjáninguna 18,75 til 38,64. Það er mikill munur á fjarveru þar sem er lítil engin áreitni og mikil áreitni. Eins þegar við skoðum það að tilheyra í skólanum, það var mun hærri prósenta þeirra sem fannst þeir tilheyra skólanum þar sem var engin áreitni og aftur verður mun lægra, nánast helmingi lægra þegar komið í mikla áreitni. Já, þá held ég að ég sé búin að bruna í gegnum helstu atriði í þessari skýrslu. Já, spurningum að gefa bara boltan yfir til ykkar, Þorbjörg og Rósanna. Þorbjörg Þorvaldsdóttir, formaður Samtakanna 78, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Býtum við, þannig þarf ég að finna hérna. Akkurat. Flott.
komið sæl og takk kærlega fyrir Tóta. Niðurstöður könnunarinnar sem að Tóta var að kynna hérna rétt í þessu eru auðvitað sláandi og þær gefa vísbendingu að úrbóta þörf víða í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi, í kennaranámi, í kennsluefnisgerð og í endurmenntun. Sjálf ég leiðbeinandi í grunnskóla, en ég kenni íslensku í unglingadeild og mér finnst margt sem kom fram, til að mynda hversu oft hinsegin-fóbísk ummæli fá að falla án þess að starfsfólk skóla grípi nokkuð tíman inn í, eiga erindi við allt skólasamfélagið. Við verðum að taka höndum saman og breyta þessu. Það á okkar ábyrgð sem starfsfólk skóla að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að öll börn og ungmenni fái notið sín í skólanum og geti stundan nám óreitt og örugg. Þetta erum við held ég öll sammála. Og það svo mína ábyrgð sem formaður samtakanna 78 að krefjast þess að hinsegin börn og ungmenni fái viðeigandi stuðning og að skólaumhverfið sé líka sniðið að þeirra veruleika og þörfum. Því það gerist bersýnilega ekki af sjálfu sér. Við verðum að auka sjálfstraust kennara og annars starfsfólks skóla í þessum málefnum. Því ég veit að álitamál koma oft upp í starfi þar sem hinsegin málefni koma við sögu. Það á ekki að vera tilvílanakennt hvaða kennarar og hvaða nemendur fá fræðslu hinsegin málefni og hverjir ekki. Hinsegin málefni þurfa að vera hluti af skyldunámi allra kennara, ekki aðeins valkúrs fyrir þau sem hafa á þeim sérstakan áhuga. Starfandi kennarar eiga líka rétt á því að fá faglega fræðslu þessi mál í endurmenntun. Það má ekki vera háð geðþótta ákvörðunum skólastjórnenda í hverjum skóla, hvort starfsfólk fái hinsegin fræðslu, hvort hinsegin börn og ungmenni fái bestu mögulega aðstæður til náms eða ekki. Eða í rauninu öll börn og ungmenni, því fjölbreytilegt umhverfi þar sem að allir nemendur upplifa að þau tilheyri og megi vera nákvæmlega eins og þau eru, það gagnast auðvitað öllum. Það eru hinsegin krakkar í öllum skólum, í öllum hópum alls þar á landinu, hvort sem þeir eru komin út úr skápnum eða ekki, og það komin tími til þess að skólaumhverfið á Íslandi endurspegli þann veruleika. Og ég þess fullviss að til þess mikill vilji, en það þá bara aðgerðirnar sem að kannski skortir og Rósanna ætlar að segja okkur frá svona nokkrum þeirra sem hægt að grípa til. Góðan daginn, takk fyrir. Ég heiti Rósanna og gjaldkeri samtakanna 78. Ég starfa líka sem leiðbeinandi í grunnskóla en hef starfað sem faggreinakennar á miðstigi. Ég sammála því sem Þorbjörg segir hérna undan, en mér langar líka að bæta við að það skiptir öllu máli að sú fræðsla sem að kennarar og starfsfólk fær sé fagleg og byggir á gögnum og rannsóknum sem unnar eru í samstarfi við hinsegin samfélagið. Flestir, ef ekki allir grunnskólar, fá takmarkað fjármagn til utanaðkomandi fræðslu og því nauðsynlegt að sveitarfélögin gerir samninga við samtökin 78, svo að allir skólar, alls staðar á landinu, hafi tök á því að veita nemendum og starfsfólki hinsegin fræðslu. Í dag eru aðeins 2 sveitarfélög, Reykjavík og Hafnarfjörður, sem eru með samninga sem tryggir hinsegin fræðslu til allra starfsmanna. Samtökin 78 eru einnig með samning við ríkið að starfsfólk framhaldsskóla geti fengið hinsegin fræðslu en skólarnir þurfa sjálfir að óska eftir því. Við hjá samtökunum hvetjum stjórnendur framhaldsskóla til að nýta sér þennan samning. En einnig nauðsynlegt að nemendur fá fræðslu líka og til þess þarf að útvika núverandi samning. Þegar starfsfólk hefur þekkinguna og hefur fengið fræðslu, þá hægt að mynda hinsegin teymi, líkt og Rakel mun segja frá, sem skilar raunverulegum árangri í bættri líðan hinsegin ungmenna. Og næst ætlar Rakel Guðmundsdóttir, kennari Hlíðaskóla, að segja frá hinsegin teyminum sem þau eru með þar. Ekki svo vel. Já, takk fyrir og gaman að vera með ykkur hérna í þessu streymi. Mér langaði aðeins að segja ykkur frá hinsegin teyminu okkar í Hlíðaskóla. Það var svona stuttlega. Og þá fyrst frá tilurð þess. En það má rekja til þess að fyrir nokkrum árum þá byrjaði lítil transstelpa í skólanum hjá okkur í 1. bekk. Og við höfum aldrei tekið á móti svona ungu transbarni og þurftum með góðri aðstoð frá fjölskyldarinnar að finna leiðir til að gera skólagönguna sem farsælasta. Á þessum tíma var ég að ljúka meistaranám og ég ákvað að gera starfendakönnun þessa reynslu okkar. Þannig að ég kafaði aðeins í fræðin.
Ég rakst svo auglýsingu frá Sprotasjóði þar sem sækja mátt styrk til að vinna að vellíðan barna í skóla og í samráði við skólastjórnendur þá sóttum við styrkin með hinsegin nemendur í huga. Við fengum styrkin og þar með var komin grunnur til þess að stofna teymi í kringum þessa binninga sem við fengum. Og í þessu teymi þá situr einn aðili frá stjórnendum, það er námsráðgjafinn og svo erum við 3 umsjónarkennarar. Við fórum þá leið sem öll fræði segja sér rétta leiðin að fræða og við fræddum okkur, kennarana, starfsfólkið alla sem unni í skólanum og alla nemendur, alveg í fyrsta bekk. Og þarna náttúrulega vorum við aðalega með áherslu á málefni transfólks eða transnemenda og svona umræða hafði í rauninni aldrei farið alveg í fyrsta bekk. Við hittum svo alla kennarana á öllum skólastigum og ræddum hinsegin málefni og það var bara mjög skemmtilegt og fróðilegt og nauðsynlegt. Og við töluðum orðræðuna sem við svolítið á í niðurstöðum rannsóknarinnar og mikilvægi þess að stöðva þessa öráreitni og niðrandi athugasemdir. Og við töluðum bara hreinlega hvað gerum við ef, hvað orð ætlum við að nota. Því við þurfum eiginlega að hugsa svolítið þannig. Hvað ætlar þú að segja ef þú ert inn í skólastofunniðinni, bara fara alveg þangað. Við keyptum bækur á bókasafnið sem endurspegla svona fjölbreytileika. Því miður er lítið til á íslensku. Þetta var kannski hugsað sem svona hugmynd að vinna fyrir okkur kennarinn, sem að má vinna með í kennslu. Við skoðum heimasíðuna og starfsáætlunina, orðaforðan sem við erum að nota og erum komin þangað að við erum búin að segja frá hinsegin teyminu. Og svo gerðum við keyptum svona litla regnbogafána, borðfána og buðum þeim kennurum að taka slíkan fána í stofuna sína og hafa sýnilegan. Ef þú væri tilbúin að vera styðjandi við hinsegin nemendur, stöðva þessu öráreitni og taka við spurningum, jafnvel þó maður hefði ekkert alltaf réttu svörin. En við skulum að lokum muna að litlu skrefin getur líka verið stór. Og við í Hlíðaskóla, við erum bara á frumstigi vinnunar. En umræðin er komin af stað og það var mikið rætt víða í skólanum hinsegin málefni. Það hefði ekkert gerst. Kannski ekki ef þessi litla stelpa hefði ekki byrjað í fyrsta bekk. En við erum líka að vinna svolítið með leiðsagnarnám. Og leiðsagnarnámi fylgir vaxandi hugarfar. Og þess vegna hefði ég viljað breyta yfirskriftinni á þessari skýrslu og láta hana vera hvar getum við bætt okkur? Líðan hinsegin barna í grunnskólum. Vegna þess að við mögum aldrei bara fara í okkur COVID-hnút og hugsa bara vá, þetta eru hræðilegar niðurstöður og við getum örugglega ekkert breytt þessu og þá erum við bara alltaf á sama stað. Þannig ég vil hvetja aðra kennara sem á þetta horfa til þess að byrja einhvers staðar. Og það þarf ekkert að, við vitum eins og Þorbjörg var að segja, að hinsegin börnin eru í skólanum og hafa alltaf verið. Þannig að bara gangi ykkur vel. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Já, fara úr því hvar við bregðumst yfir því hvar við getum gert betur. Það er rosalega góður lokapunktur. Nú ætlum við að taka við spurningum og fyrirspurnum sem við höfum fengið í gegnum hvað er á Facebook síðun okkar, Instagramin okkar og heimasíðunni. Og mail, já, einmitt. Daniel, ertu með spurningar til mín? Já, ég er með fyrstu spurningu. Ég er starfsmaður í skóla og ég veit ekkert hvert ég á að leita til að byrja. Hvar á ég eiginlega að fá aðstoð? Hvar byrja? Byrja að fá aðstoð? Það er alltaf hægt að koma til okkar hérna í Samtökunum 78. Það er gott fyrsta skref. Við erum með fræðslur í skólum fyrir starfsfólk og nemendur og svo erum við líka með ráðgjafa sem er gott að leita til. Starfsfólk skóla er velkomið að nýta sér þá þjónustu þegar kemur að málefnum hinsegin barna. Og fyrsta skrefið er bara að lesa sér til. Við erum til dæmis með frábæra fræðslusíðu sem heitir Hinsegin frá Ö til A sem er með alls konar orðskýringum og frásögnum fólks og bara byrja á því að leita sér upplýsinga. Það sé frábært fyrsta skref.
Já, og við erum komið fleiri spurningar. Já. Til að sporna við andlega ofbeldinu á það að vera aðalega á ábyrgð okkar kennara. Þarf ekki almennt að fræða samfélagið í víðtækari merkingu? Jú, það þarf almennt að fræða samfélagið, en þegar kemur á skólunum þá er gott að byrja á nemendum og starfsfólki og það geta unnið saman á því að í fræðslu. Jú, en auðvitað myndum við sjá vitundavakningu bara í samfélaginu sem heild, en einhvers staðar verðum við að byrja. Og þegar kemur að hinsegin ungmennum í skólum, þá held ég þessi mjög gott að byrja á skólum. Svo kemur hérna einn spurning. Hver borgar fyrir fræðsluna? Er hún gjaldfrjáls? Hver borgar fyrir fræðsluna? Nei, fræðslan er ekki alveg gjaldfrjáls. Við sem sagt í samtökunum 78 erum með samninga við til dæmis Reykjavíkurborg og Hafnarfjarðarbæ. Þannig að þeim skólum er gjaldfrjáls þeim megin sé, það er búið að borga þetta af bæjarfélögunum. Við erum einnig með samninga við ráðuneytin, en við náttúrulega hvetjum til víðara samstarfs. Við viljum náttúrulega komast á sem flesta staði og tala við sem flesta. En það er hægt að leita að gjaldskrá okkar í fræðslu á vefsíðu samtakanna 78 undir fræðslu. Já. Hvernig á ég að tala við barn ef ég veit ekkert sjálf? Þá er gott að byrja því að fræðast og lesa þetta til. Það er, myndi ég segja, algjörlega nauðsynlegt fyrsta skref. En svo er líka bara það að við þurfum ekki alltaf að vita allt. Stundum er bara nóg að hlusta og vera til staðar fyrir krakkana. Þannig að ekki vera ofrætt við það að ræða þessi mál. Það er að sjálfsögðu frábært að vera vel lesinn og kunna orðanótkun og hugtök og svona, en það er líka bara nauðsynlegt að vera til staðar og hlusta á krakkana. Svo að loka spurning. Varðandi samningana, gerum við það sjálf? Ég held að það eigi við þá skóla, en það kom kannski fram hérna á hann. Gera skólarnir það sjálfur? Já. Já, nei, þau gerum það ekki sjálfur. Þú ert kannski bestu til að svara því í samningagerð. Rósanna, gjaldkeri samtakanna 78. Sko, sveitarfélögin gera samningana eins og Hafnarfjörður og Reykjavík hefur gert. Annars þurfa skólarnir bara sjálfur að leggja út fyrir fræðslunni. Og það, eins og ég sagði áðan, þá eru skólarnir ekkert allt of fullir af peningum. Þess vegna er svo mikilvægt að sveitarfélögin taki þennan bolta, geri samninga, svo allir skólar geti fengið fræðslu, bæði nemendur og starfsfólk. Komið sæl aftur, Þorbjörg, ég er formaður samtakana. Mér langaði að koma aðeins inn í, það var spurning áðan það hvort þetta væri bara ábyrgð kennara, þess að takast á við, takast á við þetta ofbeldi og þessa áreitni og svo framvegis. Við erum að fókusera það núna, vissulega. En mér finnst það full ástæða til þess að bara svona brýna fyrir þeim foreldrum sem eru að horfa og þeim foreldrum sem eiga eftir að horfa á þetta. Að þetta er umræða sem þarf að taka heima líka. Og mér finnst líka allt í lagi að kennarar beinir því til foreldra. Að þessi umræða sé líka tekin heima. Vegna þess að einhvers staðar kemur þetta frá. Ég veit ekki hvort ég sé að mynda þessa setningu rétt, en allavega þið skiljið hvað er að fara. Þannig að það er líka mikilvægt að við bara vöndum okkur, bara hvernig við tölum inn á heimilum og bara allt. Og gerum alltaf ráð fyrir því, sama hvar við erum, að einhver sé hinsegin, annarkvort að einhver sé hinsegin, að einhver eigi hinsegin ástvin. Vegna þess að ef ekki, þá bara geta hlutin orðið mjög vandræðilegir fyrir mann sjálfan og þá sem eru með manni. En já, takk. Jæja, það kom ekki fleiri spurningar inn í þessu sinni, en þessi viðburður og þessi fyrirlestur er aðgengilegur núna, bara rétt á eftir,
á vefsamtakana samtökin78.is/skólakönnun. Þar einnig má finna skýrsluna góðu sem þessi fyrirlestur byggir á og þessar umræður og einnig á frummálunni líka og við ætlum ennþá frekar að setja þetta í svona 3 blaðsíðna skjal með helstu niðurstöðum en ég hvet ykkur samt til þess að lesa skýrsluna. Takk fyrir í dag. Þessu formulega lokið hjá okkur. Takk Tótla, takk Rósanna, Þorbjörg og Rakel fyrir að koma hérna með okkur og ég segi bara bless, samtökin 78, þakka kærlega fyrir sig.